Þáttur dagsins í boði bandvefslosunar. Bandvefslosun býður upp á lokuð námskeið, kennaranámskeið, einkatíma og dásamlega nuddbolta í mörgum mismunandi stærðum og gerðum. Ég mæli innilega með að þið fylgið bandvefslosun á Instagram, en hún Hekla sem með bandvefslosun, hún mjög hvetjandi og hefur einstakt hugarfar, en hún hefur nefnilega sjálf breytt lífi sínu með sjálfsnuddi. Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag við að tala mjög áhugavert efni sem að ég hef ekki mikla þekkingu á og mér finnst gaman að fræðast Og hún hérna hjá mér, hún Ólína, sem eigandi og stofnandi af Heila heilsu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvað í fyrsta lagi heila heilsa? Áður en þú ferð kannski að segja frá þér, því ég bara... Já, einmitt. Fyrsta skipti sem ég heyrði þetta var ég bara, hæ? Heila heilsa, já. Já, bara mjög góð spurning. Heila heilsa ótrúlega vítt hugtak í rauninni og heila heilsa mjög bara persónlegt fyrir hvern og einn líka, en það misjafnt þegar fólk spurt að þessari spurningu hvað heila heilsa fyrir þér, að þá svarar það oft mjög ólíkt. Sumir tengja það við eins og bara skýra hugsun, gott minni, bara öflugt hugarstarf eins lengi og hægt út lífið og aðri tengja það við kannski bara heilbrigð hugsun og lifa í núinu og líða vel og vera glaður og þannig, en þegar við erum að tala kannski svona heilbrigði heilans sem líffæri að þá erum við að tala bara að við halda góðu hugastarfi og hugsa vel þetta öfluga líffæri og svona gera það sem við getum til þess að hafa það sem svona sterkast út lífið. En það heila heilsa kannski ekki bara eitthvað eitt. Nei. Og þetta ólíkt fyrir fólki, hvað skiptir það máli þegar kemur að þessu. En hver Ólína og af hverju stofnaðir þú þetta fyrirtæki Heila heilsa? Já, ég doktor í líf- og læknavísindum og sálfræðingur líka og búin að vinna á Landspítala í 12 ár og ég var í doktorsnámi að skoða hugræna getu hjá fólki með geðraskanir og var að innleiða meðferð sem heitir hugræn endurhæfing eða vitan endurhæfing sem svolítið svona heila þjálfun. Okay. Og ég var að gera þetta í mínum doktorsnámi og rannsaka bara áhrifin af þessari meðferð og það var mjög þörf meðferð af því maður var að sjá að þessi vandi var mjög áberandi hjá fólki með ýmsar svona geðraskanir og í millitíðinni, bara í miðju doktorsnámi, þá lendi ég í því að fá heilarhristinga. Okay. Og ég fyrirvandi knattspyrnukona og spila í mörg ár bæði sem atvinnumaður og í landsliðinu og bara það svona mitt fyrra líf nokkur ár síðan ég hætti því en það sem allt snýrist fótboltan og ég endaði rauninni ferilinn minn 2015 eða 16 að þá fæ ég nokkra heilarhristinga og það svona í miðju doktorsnámi þannig að ég upplifði svolítið bara svona eigin skinni að missa niður hugastarfið. Og mér fannst í rauninni þegar ég var að fara í gegnum þetta tímabil, það endaði með því ég fór í veikindilegu frá vinnu og þurfti bara að fara í endurhæfingu og aðeins að svona bara byggja mig upp eftir þetta. Og ég fann bara hvað bæði það var lítið í boði fyrir fólk eins og mig sem að var að gangi gegnum svona, bara erfiðleika og ég þurfti sjálf að leita mér að þekkingu og finna fagaðala sem kunni eitthvað í þessu og í rauninni bæði bara fáir sem á Íslandi sem bara rauninni vissu hvað maður ætti að gera og erfitt að finna þá. Þannig að ég fann þá byrjaði að blunda í mér þessi svona þörf fyrir það að mæta þessum hópi fólk sem fær einhvers konar væga höfuáverka, heilarhristing eða eitthvað slíkt. Þannig að það var svolítið svona kveikjan af þessu en það sem ég hef líka alltaf svona verið að það sem ég brenn fyrir í rauninni bara að bara svona kynnast hugastarfi okkar og mér fannst ótrúlega áhugavert verandi að vinna við og rannsaka það að leggja fyrir taugasálfræðileg próf og svona þjálfa svona hugastarfi hjá öðru fólki. Það fannst mér mjög áhugavert að lenda í þessu sjálf. Akkurat, ja.
og það kveikti bara svona áhuga í að bara hérna, hvað getur bara manneskjur eins og ég og þú og bara fólk sem að lendi í alls konar í lífun, ekkert endalega heilarhristing, heldur bara gangi gegnum streitu mikið tímabil eða eignast barn eða einhverja breytingar eða gangi gegnum kvíðatímabil eða svefnleysi eða eitthvað slíkt og finnur svona breytingar á hugastarfi. Hvað eigum við að gera? Og ég fann svo mikla þörf fyrir líka og áhuga bara á því að skoða það betur. Þannig að heila heilsa sem fyrirtæki sem ég fór síðan að stofna 2019 kvikna svolítið út frá bæði þessari reynslu minni af heilarhristingum en líka bara brennandi áhuga á heilanum og hugastarfi. Já. Hvað að því þú talar heilarhristing og maður hefur heyrt mikið af íþróttafólki, sérstaklega kannski markverðir í handbolta og fótbolta, vera að bara verður aldrei samt aftur eftir höfuðhögg eða heilarhristinga. Hvað að gerast í heilanum? Já, einmitt. Og það bara gott að nefna þetta því að það þarf alveg að búa til svolítið betur upplýstu umræðu heilarhristing. Heilarhristingur í sjálfu sér ekki hættulegt fyrirbæri og flestir fá, eða hættulegur áverki og flestir fá heilarhristing einhver tímann á ævinni á þess að finna nokkuð fyrir því. Okay. Það sem að hefur verið kannski vandinn að fólk ekki að fá rétta greiningu og meðferð á öllum þáttum sem að breytast eftir heilarhristing og eru kannski lengri tíma eins og ég var sjálf að leita og prófa eitthvað eitt og það virkar ekki nóg vel og þá fara að prófa eitthvað annað og það virkar eitthvað smá en engin heildarbati. Okay. Þannig að og það munur á því að fá einn heilarhristing eða að fá 10. Já, okay. Og það alveg réttur og segir að það eru sumir sem eru í til dæmis eins og handboltamarkmenn eða bara í ákveðnum íþróttum, boxi, MMA, allt þetta og líka skíða íþróttum og ýmislegt og knattspyrnu og svona kontaktsport þar sem að fólk að fá kannski endurtekna heilarhristinga og það í rauninni ekki endilega hversu marga heilarhristinga þú fær heldur hversu vel þú nærð að jafna það á milli og mistökin sem við erum að gera með íþróttafólki okkar sem orðum betur í því að fólk að setja allt og snemma aftur á stað þegar heilin ekki búin að jafna sig. Hvernig veit maður hvað heilin sé búin að jafna sig? Já, einmitt, það líka góð spurning og skiptir rosa miklu máli að skilja að heilin bara líffæri og það ákveðin hlutir sem fara í gang þegar maður fær heilarhristing og það sem að gerist að í rauninni að þá verður hraðabreyting á heilanum sem verður til þess að svona heila frumurnar okkar teyjast og snýst upp á þar aðeins í þetta sekundubróð þegar maður fær heilarhristingin. Okay. Því heilin í rauninni bara svolítið eins og jello, ef maður ekki ímynd sér hann þannig, hann svolítið svona, hann hristist og svo þegar þú færð heilarhristing þá verður hraðabreyting og frumurnar svona teyjast og svona boðefni sem gefa frumunum okkar orku leka út úr frumu og boðefni sem að hindra orkuframleiðslu komast inn. Það svolítið eins og sért með fötu full af vatni og taki tappan út og setja hann aftur í, það bara ekki nóg mikil orku í frumunum. Okay. Það ekki sama vassmagnið í fötunni. Og þetta ferli og rannsakendur að sjá þetta náttúrulega út frá bara dýrarannsóknum því að það ekki siðferðslega rétt að slá fólk oft í hausinn. En að yfirfæra þetta út frá bara dýrarannsóknum að það tekur heilan það bil svona 22-45 daga að ná að hreinsa aftur þessi boðefni sem áttu ekki heiminn í frumunni og ná aftur upp bara fullri orku starfsemi í heilafrumunum. Og meðan þessi tími í gangi að þá hann sérstaklega viðkomið fyrir öðrum höggum. Okay. Þannig að sumir að lendi því að fá kannski annað höfuhögg eða annan heilarhristing kannski 10 dögum eftir fyrsta. Og þá kannski heilin ekki orðin nógu orkumikil til að takast á við þann áverka. Þá getur orkan hrapað ennþá meira því það leikur meira út og þetta verður svona lengra og erfiðara ferli. Já. Þannig að það ýmislegt svona og það svo mikilvægt. Núna ég eftir að ég stofna heilheilsu farin að hitta fólk eftir heilhristing bara búin að gera síðan 2019. Og þetta alltaf eitthvað sem að ég fer mjög vel yfir með fólki til að byrja með. Af því að það svo mikilvægt að skilja hvað í gangi heilanum þegar maður fara heilhristing. Það hjálpar mjög mikið að fólk viti aðeins hvað eðlilegt og hvað hættulegt og hvað ekki. Einmitt. Sko heilarhristingur og höfuhögg, maður heyrir þetta svona bæði. Hver munurinn? Þetta sama eða?
Sko, í rauninni þá fær maður heilahrysting eftir einhvers konar högg á líkamann, höfuð, eða maður þarf ekki endilega að fá högg á höfuð til að fá heilahrysting. Þannig að maður getur líka fengið bara högg á bakið eða einhvers annar staðar, en það verður bara að vera nóg mikið högg, nóg mikið svona óvænt hraðabreyting, þannig að heilin ná að hristast í höfuðkúpunni. Og það er mjög mikilvægt að svona átta sig á því að það er ekki til eitthvað sem heitir vægur heilahrystingur eða alvarlegur heldur. Við fáum bara heilahrysting og við vitum aldrei hvernig manneskinn sem verður fyrir þessu höggi bregst við. Það er svona gott að skilja að heilin í rauninni stjórnstöð líkamanns og eina ástæðan fyrir því að við erum með heila og eina ástæðan fyrir því að heilin í rauninni þróaðist í okkur fyrir 1000 ára þegar við vorum að bara þróast sem lífverur bara til að samhæfa öll kerfin í líkamannum. Að tilgangur heilans bara að samhæfa hormónakerfið, hjart- og æðakerfið, taugakerfið, sjónkerfið og passa að öll þessi kerfi tali vel saman. Þannig að við höldum réttu, vökvastigi, hitastigi og bregðumst réttu við og lifum bara af. Þannig að þegar að stjórnstöðin, heilin, verður fyrir einhvers konar áverka eins og þetta, bara heilahrystingur, að þá kemur einhvers konar truflun í önnur kerfi mjög oft og það er það sem að fólk er að lenda í sem er með einkenni lengur heldur en þessar 3 til 6 vikur eftir að heilin er búin að jafna sig, að það er einhver truflun í öðrum kerfum. Það getur verið ofan taugakerfið, það getur verið krónísk bólgumyndun, það getur verið sjónkerfið eða hálsáverkin sem er að búa til einhvers konar einkenni. Þannig að það er svo mikilvægt í meðferð að svona greina þetta rétt og finna út hvað er í gangi á hverjum og einum og bara, mér langar að ítreka bara að það eru langflesti sem jafna sig bara hratt og örugglega eftir heilahrysting og það er ekki komið fram rannsóknir sem sýna að 1-2 heilahrystingar og jafnvel margir hafi einhverja beinatengingu eða orsakasamband við einhverja heilabilun eða heilahörnun en eitt slíkt. Þannig að rannsóknir eru bara ekki komnar með það niðurstöður. Og þannig að mikilvægt að róa umræðina og koma með bara réttar upplýsingar fram. Hver er þá eiginlega ástæðan fyrir því eins og yngri flokkar hættir með skallaæfingar og svona? Er það bara það rannsaka það sé ekki gott sem sagt eða? Bara mjög gott að það hafi verið gert því að börn eiga bara að njóta vafans. Og við vitum að það er aðeins meiri áhætta á eins og bara kvíða, þunglindi og ýmsu hjá þeim sem hafa fengið höfuðhögg sem börn. Það er eitthvað svona aukin áhætta á ýmsu og það er ekki orsakasamband en það er samt einhver möguleg tengsl sem hafa komið fram. Og síðan hjá börnum líka sem er gott að hafa í huga. Þau eru svolítið svona eins og svona bobbleheads. Þau eru með stóran haus og veikan háls og það eru þá meiri líkur á að hausinn ná að hristast þegar þau fá högg. Og það er ekki þannig að þetta hafa verið bannað því það er algjörlega komin bara skýrt samband þar sem þetta er bara stórhættulegt og þá væru við ekki með börnun okkar í þessu. Nei. En það er nógu mikið komið fram þannig að maður á að leyfa að njóta vafans og draga úrstu því að það einhverja vísbendingar vissulega. Þetta geti haft endurtekin höfuðhögg og heilahrystingar geta haft áhrif á líðan og ýmislegt annað seinna meir. En þegar fólk lendir í einhverjum svona mjög alvarlegum slysum eins og bílslysum eða árekstrum, þá er náttúrulega mjög oft líklegt að þau fá eitthvað tengt svona. Eitthvað fylgst sérstaklega með að því að þú veist að segja þetta tæki þessa marga daga, hvað var það, 22 til 45 dagar cirka. Ég bara velta fyrir mér fólk sem lendir í árekstri kannski bara koma á ról eftir viku, það kannski ekkert að spá í höfðinu. Algjörlega og sumir finna ekki fyrir einkennum í meira en kannski viku eða eitthvað slíkt og þá maður ekkert að grípa neitt sérstaklega inn í. Ef að fólk bara búið að jafna sig örugglega hægt að finna fyrir svim og höfuðverk og svona á kannski 2-3 vikum bara orðið gott, að það þarf ekkert meira inngrip. En það kannski ef það eru, og jú, að það er alveg rétt eins og þú ert að nefna með slys og sérstaklega bílslys, aftan og keyslur, hálkuslys og ýmislegt að fólk áttar sig ekkert endilega alltaf á því að það fékk heilahrysting, stundum vel skráð og fólk fær upplýsingar en alls ekki alltaf. En ef að maður með einkenni ennþá kannski eftir 3-4 vikur þá alveg mikilvægt að leita sér aðstoðar því að það hjálpar þér að ná þér fyrr að koma sem fyrst í rétta meðhöndlun.
áður en eitthvað fyrir að verða krónískt og leiðilegt og það hálsáverki til dæmis mjög stór hluti af heilahristings svona, þegar maður kortleggja afleiðingar þá hálsáverki alltaf einhver áverki til staðar. Það þarf miklu meira afl til að hrista heilan heldur en að skaða hálsinn. Okay. Þannig að stundum það vangreint eða vanmeðhöndlað og það að vera að fá vipplas áverka getur í rauninni búið til sömu einkenni eins og að fá heilahristing. Þannig að það skiptir líka máli að vera með færan sjúkraþjálfara eða fagaðala sem getur greint hálsinn vel og meðhöndla í meðferðinni. Hver eru helstu einkenni? Þú talar svima og eitthvað svona. Þannig að ef einhver hefur fengið höfuðhögg og finnur bara ekki neitt, þá ekkert... Algjörlega, og finnur ekki neitt og ég hef alveg hitt þannig aðeila sem hafa komið kannski svolítið snemma og svo þeir bara orðnir góðir og sérstaklega 2 ungir íþróttastrákar sem bara voru rosalega hlutar að jafna sem þurfti ekkert yngri, aðeins smá fræðslu og fóru bara sjálfur að vinna í sínum málum og urðu bara góðir en við ráðleggjum samt alltaf, býtum samt í þessar 3 vikur og pössum okkar að heilin sé búin að jafna sig, af því þú getur verið einkennlaust þótt að hann sé ekki búin að jafna sig. Okay. Þannig að það helst ekkert endilega alltaf í hendur. En já, fólk finnur líka fyrir breytingum á, erum að tala um þessi einkenni, þá það náttúrulega þessi höfuverku, þrýstingur í höfði og verkur í hálsi og spenna í brjóstbaki og ýmislegt þannig sem getur komið svona út frá því. Og síðan erum við með þessi einkenni eins og ljósfælni, hljóðfælni, sjóntruflanir, óskýra sjón, svima, ógleði og síðan þessi hugrænu þættir sem eru mjög oft áberandi, sérstaklega svona síðar í ferlinu. Oft verða minnistruflanir, einbeitingar truflanir og erfitt með athygli og svona athyglisúthald. Oft það mjög áberandi fyrstu dagana, svo hættir fólk að taka eins mikið eftir því að kannski með mikla verki. En svo þegar fólk fara aftur að staða í vinnu eða nám og svolítið bara svona verða betra, þá fer þessi hugræni vandi að verða meira áberandi. Fólk vil taka meira til því. En síðan eru líka einkenni eins og svefntruflanir, meiri kvíði og getur verið depurð og ýmislegt sem fylgir þessu. Þannig að þetta mjög vítt og þess vegna ekkert skrítið að fólk svolítið sitji, það bæði kannski bara verkjað og pínur ringlaði hugsun og situr svolítið bara eins sem eitt spurningamerki, veit ekki alveg hvað í gangi, hvað eðlilegt, hvað ég gera, hvað ég ekki gera. Og þess vegna mikilvægt að vera og með svona úrræði eins og við í heila heilsu erum búin að vera bara einbytta okkur að koma á sem að í fyrsta lagi bara að veita fólki réttar upplýsingar, að kortleggja einkenni, að gefa fólki eitthvað öryggi í því að þú mátt gera þetta mikilvægt, þetta þarf að passa það á og þannig að það sitji ekki alveg eitt með allar þessar spurningar því að þetta flókið oft. En að því að það orðin svona meiri vitundavakning þetta og kannski fólk orðið duglegar að leita sér aðstæðar, en eru þá kannski einhverjir að koma til þín sem lendi einhverju fyrir mörgum árum? Algjörlega, ég að fá fólk sem kannski fekk heilahristing fyrir 20 árum. Og það ennþá að hafa áhrif? Og fólk ekki vist endilega hvort það sé ennþá að hafa áhrif. Já. Og eins og ég segja þá heilahristingur í eðli sínu ekkit endilega hættulegur, en ef það einhver breyting í einhverjum kerfum, eitthvað taugakerfi eða bólgumyndun, eitthvað sem hefur ekki verið meðhöndlað, þá getur þú verið með einkenni þess vegna og þegar ég fæ einstakling til mín sem að það sem eru meir en kannski 3 ár síðan fekk heilahristing, að þá mæli ég alltaf með að hann strax bara nái sér í netfræðslunum sem heimasíðun okkar sem heitir bara allt heilahristing og það alveg ástæð fyrir því að ég fór að staði að búa til þessa fræðslu því þar fær viðkomandi svolítið bara hvað gerist í heilanum, hvað gerist fyrir taugakerfi, bólgumyndun, hálsáverkin, blóðflæðivandi, sjónkerfið og sumir sem að koma eftir svona langan tíma fá, ég hef verið með 2 einstaklingar sem sögðu bara mjög eins og þetta væri bíómynd mig eða þetta hafa sérstaklega verið svona bara fræðsla mig og ég hafði ekki hugmynd að þetta var allt sem eitthvað var búin að vera truflað með meira og minna en kannski svona. Þannig að það oft þar, þegar fólk kemur eftir langan tíma, þá byrja ég svolítið þar, bara skoðum þetta vel, tökum okkur tíma, lærum meira til þess að vera ekki bara henda fólki út í einhverju meðferð, heldur að velja rétta meðferð. En það náttúrulega kannski ekkert skrítið þegar mikilvægasta líffæri okkar skaddað og
eins og þú segir stjórnstöðin, ef hún skaddast þá er alltaf svo margt sem getur farið úrskeiðis í líkamanum. Algjörlega, kerfin fara að tala verð saman og það fer að koma einhvers konar svona, ýmislegt og oft mjög skrítin og svona skeri einkenni fyrir fólk og það veit ekki, hvort að þetta sé hættulegt eða bara eðlilegt. En eru batahorfur alltaf góðar? Eða þú veist, getur fólk yfirleitt náð sér alveg bara? Algjörlega. Það er nefnilega þannig að ef að greiningin er rétt eða þetta er rétt bara meðhöndlað og réttir þættir þannig að maður er búin að komast að því bara hvað er að valda einkennum eins og til dæmis að þá er margt sem getur orsakað svima. Það getur verið blóðflæðan, það getur verið kvíði taugakerfið, það getur verið hálsinn sem er að búa til svima eða jafnvægiskerfið, við þurfum að finna af hverju eftir með svima og meðhandla rétt kerfi. Þannig að það er hægt að ná fullum bata eftir og ef maður er búin að vera lengi og þeir sem eru búin að vera lengi að það er mikilvægt að bara að hætta ekki að svona leita sér aðstofar, ekki sætta sig við að bara svona verði alltaf. Okay. Það er alveg ótrúlega margt búið að gerast í þessum bransa bara síðustu 5-10 árin, sérstaklega síðustu 5 árin og það komi fram náttúrulega bara mikil vitundavakning þetta í kjölfar bara það kom út bíómynd sem heitir Concussion og allt þetta með amerísku svona fútból gaurana og afleiðingar af því að veri þeirri íþrótt sem atvinnumaður og mikið svona bara miklar hávarar gagnrýnisraddir hvernig þessi leikmenn voru meðhandlaðir sem er bara frábær og mikið svona hræðislega áróður í kringum þetta sem að var alveg og er mikilvægt að gera þegar því það var svo lítið í boði. Okay. Þannig að það þurfti að fara af stað með ákveðin svona áróður bara vekja athygli á þessu og í kjölfarið þá fóru rannsóknir á stað og betri meðferðarúrræði. Þannig að þetta er mjög mikið að þróast og breytast og það er svo miklu meir í boði í dag heldur en var bara fyrir 10 árum síðan eða 5 árum síðan jafnvel. Ok, það er nú gott. Jú. En forvarnir, er eitthvað hægt að gera til að fyrirbyggja? Hvað er hægt að gera? Sko, í rauninni svona litli hlutir sem að skipta máli eins og bara reglubreitingar í fótboltanum til dæmis það sem að það á frekar á stoppa leikin alltaf einhver fara höfuðhögg eða passað leikmenn gefi bolta niður á jörðin í staðan fyrir að sparka háanboltaðar í yngri flokkunum og ýmislegt þannig. Það geta alveg skipt máli í að draga þess úr tíðni heilasýstinga en það er ekkert að koma í veg fyrir heilasýstinga og það verður aldrei, það er ýmislegt sem að er svona verið að prófa og rannsaka sem einhverja svona reglum mun nota svona hjálm eða svona kraga eða svona eitthvað slíkt en svo líka gott að hafa í huga bara að heilasýstingur þetta er mjög svona þetta kemur eiginlega fyrir alla og það er ekkert bara íþróttafólki sem er í hættu þarna, við erum að sjá í rauninni er íþróttafólki í minni hluta. Ok, það heyrist bara mest. Það heyrist mest og þau eru kannski í áhættu íþróttana, maður kannski sér fyrir að einhver tíman fái íþróttafólkið margir heilasýsting en við erum náttúrulega líka að tala mikið bara eldra fólk sem er að detta, börnin okkar sem er að detta, þannig að föll eru svona algengasta ástæðan fyrir heilasýstingum í þessum hópum og mikið af þeim heilasýstingum þar en svo líka bara slys, alls konar slys og fólk sem dettur í hálku og alls konar þannig, vinnuslys, mikið vinnuslys, þannig að í rauninni hjá mér er minni hluti af skjólstækahófnum er íþróttafólk og flesti bara á öllum aldri. Æðislegt. Ég spyr alla að því, hvað er heilsa fyrir þér? Því mér þykir svo gaman að heyra mismunandi bara skilgreiningar, skýringar. Já, heilsa fyrir mér finnst að vera þríþætt svolítið hjá mér. Það er bara að vera með líkamlega orku og styrk og geta gert hluti sem mér finnst skemmtilegir, geta unnið, farið á skíði, farið í dans og svona út að labba og svo þetta andlega sem að bara mér líði svona
meir og minna vel, þótt að sé ekki alltaf hægt að líða frábærlega vel, en samt að maður sé í jafnvægi svona. Akkurat. Og svo þessi félagslega heilsa sem að fyrir mig persónulega skiptir miklu máli að hafa góð sambönd í kringum mig við mína nánustu og vini og svona, þetta svona þrennt sem að ef að þetta í lagi, að svona meira og minna, að þá finnst mér ég vera bara með góða heilsu. Og heila heilsans hlýtur að skipta þarna miklu máli. Heila heilsa skiptir miklu máli algjörlega og heila heilsa bara lífstíðaverkefni og það alveg gott að hugsa og bara minna sig á að heilin líffæri alveg eins og hjart- og æðakerfið og það virkar ekki þannig að við komum okkur einu sinni í form á æfinni og þá erum við alltaf í formi, við bara dettum úr formi og svo komast við aftur í formi ef við förum að okkur meira og sama bara á við heila, maður þarf að hugsa hann og það og ég hef til dæmis reynt að passa mig á því að hafa þessa lykilþætti svolítið inn í mínu lífi sem skipta máli upp á heila heilsu til dæmis eins og bara vera í öflugri hreyfingu, reglulegri hreyfingu, fá blóðflæði upp til heila, heilin með mikið og flókið æðakerfi og þarf á góðu blóðflæði. Það ekkert margir sem hugsa að þeir eru að hreyfa sig að það sé að hafa góð áhrif á heilan, þeir eru með hugsa bara skrokkin. Algjörlega, en þetta bara stærsti og mikilvægasti þáttur fyrir heila heilsu regluleg hreyfing, bara fá blóðflæði upp til heila og svo líka bara eins og að jafna blóðsykurinn eða bara svona passa að maður sé ekki að fá endalausa bólguvalda inn í blóðrásina og reyna að halda jafnvægi í streitu, vera með mitt svona örvandi og gott félagslíf eða tengingu við fólk, vera forvitin, að læra eitthvað nýtt, reyna á sig, fara út fyrir kassan, gera hluti sem að var ekki gert áður og svolítið svona halda fram að skora á heilan og svona ýmislegt þannig sem að mér finnst mikilvægt allavega fyrir sjálf á mig en svo þegar ég er að kenna heila heilsu sem ég mikið að gera líka, að kenna öðrum bara á alla þessa mikilvæga þætti að þá skiptir máli að fólk fá að gera þetta á sínum hraða því að þetta eru stóra breytingar, ég ætla að fara að taka mataræðir, hreyfingu og svefnin en bara að muna bara heila heilsa lífstíðaverkefni alveg eins og líkamleg heilsa og maður getur farið í nú ætla ég að fókusera á einhvern einn þátt sem getur verið mjög góður fyrir heila minn eins og þetta ég ætla að breyta þess mataræði til þess að hafa heila heilsu vænna. Byrjum þar og svo getur maður bara haldið áfram og fundið svolítið hvað áhrif það hefur á bara hugastarfið og orkuna og svona. En svefnin hlýtur náttúrulega að vera rosalega mikilvægur. Hann alveg einn af þessum stóru þáttum sem að skipta máli hvað heila heilsu varðar. Geturðu útskýrt hvað gerist í heilanum á nóttinni? Þú veist Sko þetta snýst það að heilin að losa í rauninni ákveðin bara prótein og bólgur og ýmislegt í svefni og það þess vegna mikilvægt að fá og maður finnur strax fyrir því þegar maður vaknar og maður svaf ekki vel að þá maður aðeins svona, það kannski styttra úthald og svoleiðis og langvarandi svefnvandi getur líka verið kveikin á svoleiðis hlutum. Mér finnst samt alltaf mikilvægt að fólk svona nálgast þetta af aðeins má aðeins jafnægið í kringumynda því að svefn einn af þessum mikilvæga þáttum en við lifum það alveg af að eiga einu svefnlausa nótt eða eitthvað tímabil þar sem við erum gangi gegnum eitthvað og sofum illa og ég vil bara aðeins að muna bara að svefnin mikilvægur en það svo oft sem svefnvandi viðhelst af því að fólk fer að hafa áhyggjur af því að fá ekki nægan svefn. Þetta verður vítarhingur. Þetta verður vítarhingur, já. Það byrjar sem eitthvað kveikja heilastíkur eða bara eitthvað streita eða eitthvað líkamlegt og svo fer maður að hafa ágjör af því að fá ekki ná svefn og missa heilsuna og það vinnandaginn eftir og allt þetta og það fer að taka svefnlyf Já, og það fer bara viðhalda vandanum þannig að við lifum alveg af þóttu fáum ekki alltaf frábæran svefn og það líka svolítið bara langtímaverkefni að svolítið bara að vinna í þessu og vera smá svona umbörlindi fyrir pínu erfileikum inn á milli. Já, mér finnst nefnilega alltaf oft fólk grípi svefnlyf og svo svo erfitt að hætta. Það kannski bara ennþá að taka þetta 10 árum seinna en þetta átti kannski bara að vera skammtíma úrræði. Það náttúrulega getur alls ekki verið gott fyrir heilastarfsemina. Nei, algjörlega. Og það ýmislegt þar líka bara með þessu áfengi og ýmis vímuefni og
og náttúrulega bara svona kannski lyf sem að slá á miðtaugakerfi sem geta hægt hugastarfið og þannig að það er ýmislegt þar líka sem getur fara að vinna móti heila heilsunni og kannski er það, ég held að í samfélaginu okkar í dag þá er það mjög mikið streita og það að við erum alltaf að gera marga hluti í einu sem er að koma okkur svolítið í hugrænt þrot og það er bara þannig sem að samfélagi hefur svolítið þróa síðustu ár sérstaklega með bara snjallsímanum og öllu því og svona þriðja vaktinn og í rauninni er heilin ekki þannig gerður að við eigum að geta haldið einbyttingu í 8 tíma. Hann er bara ekki búin til, við þróumst ekki þannig. Við áttum bara að geta haldið superfókus í klukkutíma meðan við veiðum eitthvað dýr og svo bara röltum við í róleitunum og eldum það og eitthvað. Þannig þróaðist í rauninni heilin, þannig að heilin er ekki þannig gerður að hann geti hugsað marga hluti í einu í langan tíma og alveg eins og bara með líkamann þá er ekki gott að vera í stöðugur í þjálfun meira og minna allan daginn, allan daga. Nei. Við förum bara í ofþjálfun eða meiðumst og það er það alveg aftur, heilin er líffæri að hann er mjög orkufrekt líffæri og hann þarf alveg líka hvíldina sína. Ja. En við erum bara eins og svona samfélagi orðið núna með öllu þessu áreiti að þá er hann ekki að fá, við erum ekki að fá heilahvíld. Hver er besta heilahvíldin? Heilahvíld er í rauninni bara tími þar sem að heilin þarf ekki að taka nýjar upplýsingar og þetta getur verið 2 mínútur á milli funda, þetta getur verið 20 mínútur, þetta getur verið 10 mínútur og bara þar sem að þú leifir kannski huganum að þess að reyka, þetta getur verið heil helgi ef þú ert búin að vera með rosalega krefjandi viku, þá kannski þarftu heila helgi bara í að fara í göngutúr, leggja kapal, gera hugleyslu, spjalla við einhvern sem þú þekkir vel húsla, horfa út gluggan, bara leifa huganum svolítið bara að reyka. Og við erum ekki nóg duglega að gera það í okkar samfélagi. Það þarf alltaf að vera, við þurfum alltaf að vera að gera eitthvað. Algjörlega og það er það sem við erum alltaf að við förum kannski á fund, svo kemur kaffi, pása og þá tökum við upp síman og erum eitthvað að skrolla og að spjalla kannski við 3 í einu og svo förum við á næsta fund þannig að hann fær aldrei þessa hvíld sem hann þarf og það er gott alveg, það þarf ekki verið eitthvað svona yfirþyrmandi, það getur verið bara 1-2 mínúta á milli eitthvað sem þú ert að fara úr einu verkefni í tölvunni þínu, þú ert kannski að skrifa einhver umsókn eða eitthvað slíkt, taktu 2 mínútur og aðeins horfðu gluggan og gispaðu og eitthvað áður og fer svo beint í að skrifa tölvupósta. Myndirðu segja að þetta væri þá kannski bara aðal ástæðan fyrir að allir eru komnir í þrot og það er biðlisti hjá virk? Ég get ekki svara hvað þessi aðal ástæðan en þetta er hérna eitt stór hluti af því fyrir marga. Það er bara hugurinn er að taka, heilin er að taka við rosalega miklum áreitum og það verður ákveð bara overload, sérstaklega í lengri tíma en auðvitað eru margir aðri þættir sem spila þarna inn í en þetta verður oft svona einn hluti af öllu hinn og ég held bara við getum eiginlega ekki hunsa það hvað við erum með mjög bæði við og líka alveg niður í krakkan okkar með mjög bara svona margþætt og svolítið krefjandi líf sem að tekur svolítið mikla heilaorku að halda utanum. En mér fannst svo áhugavert sem að segja með man ekki hvað þetta hét, var þetta masters eða doktorsverkefnið þitt? Já, doktorsverkefnið með hugræna endurhæfingu. Já. Hvernig fer það fram og sýndi það árangur sem sagt? Já, sko, þessi meðferð það er hægt að setja henni upp á ólíkan hátt. Þetta snýst það að bæta vitrana ferla eða hugræna ferla svona til lengri tíma. Þannig og það er að gera það með ólíkum leiðum. Það sem ég var að gera inn á Landspítalanum var að við vorum með bæði tölvuþjálfun, við vorum að kenna alls konar minnis- og skipulagstækni og félagsskilningsþjálfun líka. Það sem ég er núna að gera í heilaheilsu þá erum við með líka tölvuþjálfun, við erum með fræðslu fyrirlestara hugastarfið og heilan og ýmsa svona kennslu alls konar aðferða til þess að létta á hugastarfinu. Þannig að það er hægt að setja þetta upp á ólíkan hátt en það snýst í rauninu það að byggja upp við hugræna ferla sem kannski eru ekki eins virkir af því maður kannski ekki búin að vera að nota það á þennan hátt
en líka læra þess inn á eigið hugastarf. Hverjir eru mínir styrkleikar, hverjir eru mínir veikleikar, hvað þarf ég að bæta og hvað er ég góð í. Og er ég alltaf að overlóta, þarf ég að læra hvernig ég get svolítið gefið heilanum tækifæri til að hvílast og byggjast upp. Akkurat. Og það er gott mjög gott að svona, þegar við erum að ræða heilan og hugastarf og styrkleika og veikleika og allt þetta, þá finnst mér gott að setja þetta í samhengi bara við líkamsuppbyggingu, af því að það er svo greinilegt að við erum ólík hvað var það líkamsuppbyggingu. Við sjáum það mjög skýrt. Og einn er kannski lítill og annar er stór, einn með mikið vöðvamassa, einn með breiðar axlir, einn með langa fætur, það er alls konar. Og við erum bara ótrúlega svona, já, þetta er ekkit eitthvað sem þetta bara er svoleiðis. En þegar það kemur að heilanum, þá finnst okkur oft við eiga bara að vera öll með eins heila. Og ég á að geta hugsa, já, Pratt og Jón Jónsson hérna við hliðina á mér og ég á að geta skipulagt mig jafnvel og systir mín og við öll bara að vera og berum okkur rosalega mikið saman við hvert annað. En staðreyndin er bara svo að við erum mjög ólík hvað hugastarfi varðar. Auðvitað líkams uppbyggingin þannig, við erum öll með sömu svona líffræðilegu hluta, en hvernig hann starfar er bara mjög, mjög ólíkt á milli einstaklinga. Þannig að það er oft bara að kynnast því og aðeins að gefa heilanum smá break. Við erum oft að setja kröfur á hann sem mögulega er bara ósangjarnar. Alveg eins og ég myndi aldrei segja við mig að ég á að geta hlaupið maraþon, þótt ég sé ekkert búin að æfa mig. Akkurat. En við erum öðruvísi við heiluna því að hann er ekki eins sýnilegur og hann einhvern veginn, við skiljum hann ekki alveg og þá svolítið erum við svona pínum, já, hörð við okkur þegar kemur að hugastarfinu. En finnst þér, er flókið að þjálfa heilan? Er þetta eitthvað langhlaup eða er þetta að gera margt bara á stuttum tíma? Þetta er ekkert endilega eitthvað rosalega flókið, það fyrir allt eftir í hvað er í gangi á hverjum einum og orsakir fyrir hugrænu vanda, heilaþoku og ýmislegt þannig eru mjög, mjög einstaklingsbundnar og oft margþættar, að það er ekki bara eitthvað eitt sem er í gangi. Akkurat. Þannig að það er hægt að ná góðum árangri á sem að tala stuttan tímamark, sem tala einhverjar vikur eða eitthvað slíkt, en það er gott að muna sem bara allar svona breytingar á hugastarfi sem við göngum gegnum á ævinni bara eru tímabundnar breytingar. Þannig að það er ekkert varanlegt við það. Og við þekkjum þetta eins og bara fólk sem maður fer í fæðingarólof og kemur tilbaki í vinnu og maður bara man ekki neitt og er með einhverja heilaþoku og er algjörlega svolítið bara út af sig og allt einhvern veginn, það er bara, hann er bara úr æfingu. Og maður þarf bara að gefa hann smá sveigjanleika tíma og þangað til að maður næri aftur utan hlutina. Og þannig að það er gott að við erum kannski gangið gegnum svefnerfiðleika eða þriðja barnið kom eða það er streita eða mammi veik eða það er eitthvað í gangi. Það hefur líka áhrif á hugastarfið og oft er þetta margir þættir yfir lengri tíma. Þannig en hugastarf heilin er alveg eins og við getum komist í gott form aftur ef við byrjum að æfa líkamann, að þá getum við líka gert það hvað varðar heilan. Þannig að það er ekkert varanlegt en fólk er með fljótt að fara í nú er ég bara orðin heimsk eða ég er búin að missa þetta eða ég kom með heilarhörnunar sjúkdóm eða eitthvað slíkt. Fólk er mjög fljótt að fara þangað þegar það finnur fyrir eitthvað skona breytingum. Mér finnst búið að vera mikið það og mikið ræða í mörgum þáttum hjá mér hvað er margir bara einhvern veginn alltaf á hamstrahjólinu og þetta og þannig að mér varst frábært að þú sért að segja það sé stundum bara nóg 2 mínútur á milliverkefna og fólk er oft svo mikið að mikla hugleiðslu fyrir sig að þurfa að vera að setjast niður og taka 10 mínútur og einhvern veginn að hugsa ekki neitt en það snýst ekki það. Akkurat bara eins og þú veist að segja maður svo flott, bara sitja og horfa út gluggan í 2 mínútur. Þetta geta allir gert. Einmitt. Og prófa sig áfram með það. Ef maður er að fara mjög til dæmis djúpt inn í eitthvað verkefni sem krefst mikillar einbeitingar lengri tíma, þá kannski þarf ég aðeins lengri tíma til að, kannski þarf ég 10 mínútur göngutúr eða 20 mínútur eða eitthvað annað til að ná, af því heilin þegar hann er á fullu að þá virkar hann ákveðnar heilastöðvar og síðan þarf hann aðeins að aftengja sér því, lækka þess í því og fara inn í eitthvað annað, það virkar eitthvað aðra heilastöðvar.
að gefa hann smá rými til að gera það og stundum það bara rosa stutt og stundum þarf maður lengri tíma ef maður búin að vera alveg á fullu í einhverju, kannski heilan dag eða halvan dag, eitthvað slíkt eða jafnvel heila viku. Þannig að bara prófa sig áfram með það. Mér finnst líka sko að því að kvíði og streita svo og vera svolítið svona tröllriða einhvern veginn og að hafa neikvæð áhrif á heilsu þjóðarinnar og bara alls heimsins. En mér finnst ofbúslega mikil vakning sem betur fer og fólk virkilega að reyna að hægja á sér. Það eru meðvitaðara, það kannski fara að taka eftir gulu spjöldunum skilur og rauðu ljósunum í mælaborðinu sínu og bara með því að tala svona hluti þá kannski vekum var aðra til umhugsunar. En það sem ég ætlaði nú að koma inn á var bara að ég pínu áhyggjur af sko af kynslóðinni kannski sem aðeins yngri en ég og við að mér finnst það svo mikið, það er svo algengt þessi kvíði. Þetta náttúrulega samfélagsvandi, þetta svolítið eitthvað sem við hefum bara þróað kannski eins og þú ert að segja, við erum alltaf að skrolla í símanum, heilin fær aldrei frið. Einhver tenging á milli heilaheilsu eða kvíða og þessar álags sem búið að vera? Algjörlega og ég held að við ættum ekkert sérstaklega að vera bara með ágjör af einhverju ungu fólki að því að við hérna í kringum fertugt erum alveg líka þarna og mamma sem eldri og við erum farin að taka virkan þátt í öllum þessum samfélagsmiðlum og símum og ég held að sko, sem betur verið manneskja þannig að finnur yfirleitt einhverja lausnir sko, og ég held að unga fólki okkar það vissulega alast upp í þessu frá byrjun en mögulega verður þá líka koma einhverja lausnir frá þeim hópi sem við sjáum ekki fyrir sem erum eldri. En þetta snýst að skiptir ekki máli hvað það þetta snýst bara að svona aðeins að skilja hvernig heilin starfar, að við erum ekki gerð til þess að vera, heilin getur til dæmis bara einbeitt sér að einhverju einu meðvitað og svo hann kannski með einhverja hugsanir in the back of your mind á meðan. En svo ef ég þarf að fara að hugsa eitthvað þriðja hlutin, þá ég farin að skipta á milli. Þannig að þetta sem við erum að gera í að vera alltaf með marga hluti í einu, það þetta orkufreka ferli fyrir heilan. Ég algjörlega seg þetta sko. Og það þarf að aðeins meiri súrefnisupptaka og ýmislegt því hann líffæri og hann starfar ákveðinn hátt og mjög orkufrekur. Að það þetta þegar við erum stöðugt að fara úr einu í annað, að það tekur meiri toll á orkuna sem heilin hefur til að starfa. Þannig að ég held sko, því ég veit ekki, ég hef bara trú á unga fólkinu okkar, ég held að það muni koma með lausnir og það einhver vitundavakning núna, líka bara heilan og hugastarf og það, ég hef til dæmis verið í þessu núna í 3 ár og það mikill áhugi og það aukast. Þannig að við erum aðeins að svona leiða hugan okkar meira aðeins út í að við erum að sjá meira vanda og það eitthvað hægt að gera í því. Ég held að þetta verði eitthvað sem að þau eftir 20 ár vitum við bara og kunnum svolítið á. Við erum aðeins að læra inn á þetta núna betur. En svo segir vitundavakningin að koma, hún mikilvæg og svo þurfum við að finna eitthvað jafnvægi. Akkurat. En ef við reynum svona í lokin að taka aðeins saman, hvað myndir þú ráðleggja þeim sem að hlusta að gera til að huga sem best að sinni heilsu? Bara það ekkert endilega, heldur bara til þess að við erum kannski aðeins búin að koma inn á þetta, en bara svona taka saman nokkra punkta til að hugsa vel eða huga vel að sinni heilsu. Fyrst og fremst kannski meðvita að ég ætla að læra meira þetta og það eru mjög margar núna nýlegar góðar bækur heilaheilsu sem að svolítið skýra þetta út á mannamáli, það aðeins farið að koma sér þekkingu betur til almennings, þannig að það mjög margt sem mjög, ef þið hafa áhuga á þessu, þá hægt að lesa sér til. Hvar finnur fólk svona bækur? Við getum kannski sett það bara í kommenti, komum við nokkar bækur og við setja í En síðan þetta snýst blóðflæði til heila, þetta snýst að draga úr skaðlegum bólguvöldum og ýmislegt, þetta snýst að vera alltaf að reyna svolítið að skora á heilan en samt ekki overloada, vera í góðum tengslum fólki sitt og hafa tilgang, allt þetta skiptir máli upp á heilaheilsuna. Ok. Æðislegt. Eitthvað sem við að gleyma að spyrja þig, eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? Mér finnst bara mikilvægt að ítreka að heilaheilsa ekki eitthvað sem maður byrjar á að gera þegar maður 75. Okay. Og við erum alveg að sjá þeir sem að greinast með heila rörnuna sjúkdóma ýmsa þegar þeir eru eldri,
það eru merki þessar breytingar þegar jafnvel 20-30 árum fyrr. Okay. Þannig, en það sem svo jákvætt við það að það svo margt sem við getum gert strax til að sportna við alls konar. Og ekki bara heilar hörnuna sjúkdóm, heldur líka bara að við náum að hámarka hugastarf eins lengi og halda góðri heilaheilsu. Þannig að þetta ekki bara eitthvað sem við þurfum að hugsa þegar við erum alveg eins og við förum ekki bara að bæta líkamlega heilsu þegar við orðin eitthvað eldri. Þetta á bara það sem þú gerir í dag hefur áhrif á hvernig hugastarfi verður eftir 20 ár líka. Að leggja inn í heilsubankan. Það að gera, safna smá heila forða og vera svona stöðugt aðeins með þetta líka í huga og vinna stefna því að hafa góða heilsu í heilanum alltaf. Æðislegt. Bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma og segja ykkur aðeins frá heila heilsu. Já, mín ánægðin. Takk fyrir að bjóða mér. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.